Ég set 77. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar. Mættir eru Jónína Magnúsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Hlynur, nafnið seinna. Þór Valsson, Einar Jón Pálsson, Oddný Kristín Ásgeirsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Árni Gísli Árnason, ritari fundarins. Áður en gengið til dagskrár vill forseti fyrir hönd bæjarstjórnar minnast Grétar Sigurbjörnssonar, verkefnastjóra Sandgerðishafnar. Við fengum þær sorglegu fréttir í upphafi árs að Grétar hefði verið bráðkvaddur á heimili sínu. Grétar vann á höfninni frá mars 2009 og hafði því starfað í tæp 16 ár hjá sveitarfélaginu. Grétar var samviskusamur starfsmaður sem lét mikið til sín taka í störfum sínum og hafði áhrif á bæði samstarfsfólk og samfélagið okkar. Við sendum fjölskyldu hans, vinum og samstarfsfólki okkar dýpstu samúðarkveðjur á þessum erfiðu tímum. Megum við öll minnast hans með virðingu og þakklæti. Ég vil biðja fundamenn að rísa á sætum og minnast Grétars. Takk fyrir. Þá vil ég einnig áður en við göngum til dagskrár óska bæjarstjórn og íbúum Suðurnesjabæjar gleðilegs nýs árs með óskum velfarnaðar á nýju ári. Ég vona að bæjarstjórn og starfsfólk sveitarfélagsins muni eiga gott starfsár framundan þar sem við náum að framfylgja öllum góðum verkum með samtakamætti og í samvinnu íbúum til heilla nú og í framtíð. Af því sögðu göngum við til dagskrár og það eru 5 almenn mál á dagskrá og óska ég eftir samþykki fundarins að bæta við fundargerð bæjarráðs síðan 18.12. á dagskrána. Þeir sem samþykkja það gefið merki. Það er samþykkt, takk fyrir. Fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun 24 viðaukar, eða viðauki á 157. fundi bæjarráðs 18. desember 24 var samþykkt samhljóða að vísa 10. viðauka við fjárhagsáætlun 2024 vegna reksturs leikskólans Grænuborgar til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Ég gef orðið laust. Lagt er til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem að samþykkja viðaukann gefur merki. Hann er samþykktur samhljóða. Annað mál á dagskrá, það er sýslumann á Suðurnesjum umsókn tækifærisleyfi á 157. fundi bæjarráðs 18. desember 24 var samþykkt samhljóða staðfesta að umsókn knattspyrnufélagsins Víðis tímabundið áfengisleyfi vegna þorrablóts sem fer fram 21. janúar þessa árs og uppfyllir skilyrði laga númer 85/2007. Ekki voru laust. Og lagt er til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem það samþykkja gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðskipulag Suðurnesjabæjar, breyting á IB9 teiga á Klappakörfi. Á 59. fundi framkvæmda skipulagsráðs var fjallað tillögu óverulega breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar, þar sem texti í greinargerð fyrir IB9 er uppfærður fyrir íbúagerðir svæðisins. Leyfilegur íbúafjöldi helst óbreyttur. Framkvæmda skipulagsráð samþykkt að leggja til að tillaga breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar fái málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010 vegna óverulegar aðalskipulagsbreytingar og leggur ráðið til að bæjarstjórn samþykkja auglýsa þá niðurstöðu og senda tillögu til staðfestingar hjá Skipulagsstofnun. Ég gef orðið laust. Nú ef enginn hversu ljóst, þá er lagt til að bæjarstjórn samþykkja tillögu framkvæmda skipulagsráð þegar sem samþykkja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá deili skipulags Stafnesvegur í landi Miðkots. Á sama fundi framkvæmda skipulagsráðs 59. fundi var samþykkt að leggja til að bæjarstjórn samþykkja að auglýsa og kynna tillögu að deiliskipulagi við Stafnesveg í landi Miðkots samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Tillagan er í samræmi við aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022-2034 og ég gef orðið laust. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillögu framkvæmda skipulagsráð, þeir sem það gera gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 5. mál á dagskrá, framtíðarsjóð sveitarfélagsins Garðs, tillaga fulltrúa D- og S-lista ásamt greinargerð
að bæjarstjórn samþykkja að fella og gildi samþykkt fyrir framtíðarsjóð sveitarfélagsins Garðs. Og ég gef orðið laust. Má enginn kveða sig ljós, þá þeir sem samþykkja tillögu DOS-lista að fella og gildi samþykktir fyrir framtíðarsjóð sveitarfélagsins Garðs, gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Ég sitt hjá. Nei, fyrirgeðu. Ekki nú, já, mér fannst ég sá hendina henni lofti, fyrirgeðu. Líka að vísa til síðan. Já, akkurat. Og við vísum þessari til síðari umræðu þar sem að við þurfum að eiga 2 umræður þetta samkvæmt samþykkt. Þá komið að fundagerðum til kynningar. Það fyrst hér bæjarráð, 156, síðan 18.12. síðastliðinn, gefa orðið laust fundagerðina. Og ef enginn kveður sig ljós, þá fundagerðin hér bara lögð fram. Þá 7. mál, framkvæmd á skipulagsráð, 59. fundur, ég gef orðið laust fundagerðina. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég er í sambandi við 7.5, úthlutun lóða. Ég vil aðeins fjalla aðeins þetta svona aðeins í víðara samhengi. Ég vil nú vera eitt gleðjast yfir því að það skuli hafa verið úthlutun lóð í Sandgerði árið 24, það er gleðið fréttir fyrir okkur, en í framhaldi af því þá er mér langað að spyrja hvernig staðan á úthlutun lóða í Skerjahverfi almennt. Því að það stóð til að úthluta þarna lóðum öllum í mánaðamótin október-nóvember og það hefur ekkert allavega sést á auglýsingum eða eitt eða neitt í þeim efnum. En þetta verður allt saman. Ég kann ekki á það. Ég kann að hafa bara á munum. En það er eins og maður að velta fyrir sig svona ýmsum þáttum. Það voru samþykktar nýjar reglur úthlutun á þessu og við í vor þá töluðum við þéttingu byggðar og það hefur ekkert frestilega af þeirri vinnu neitt hvernig hún stendur. Þannig að það verður svona gaman að fá allavega yfirgrip yfir það hvar við stöndum í þeim efnum. Að því að þar voru nú stór og mikil áform uppi í allavega þeirri tillögugerð sem þar var. Það voru margar lóðir og svo nýt ég enn þessa reglu sem okkur var tilkynnt í vor að reglurnar væri 8 mánuðir. Ef ekkert væri að gerast í 8 mánuðum þá væri lóðin tekin tilbaka og endurnýjuð. Eða endurúthlutuð. Innkölluð sem sagt, með öðrum orðum. Þannig að hvar standa þessir þættir í dag? Af því að nú verðum að vitni að því að það eru aðilar með lóðir sem ekki farið að hrófla neitt við, suma bara að grafa upp og ekkert byrjað að framkvæma. Þannig að maður velti fyrir sér sem sagt, reglunum ekkert fylgt eftir. Við fengum svolítið á baukinn þegar að Sparri var að gera kröfu í blokkarlóðina. Þannig að maður að velta fyrir sér ekki viljum við fá aftur svona skelli. Af því að ég sé til dæmis í þessari úthlutun með Þingólinn, ekki Þingall, það fór allt saman í klessu yfir. Já, Þingól 1, þar dregið til vara. Og þá hugsa maður með sér, getum við lent í því aftur að til vara verði þá bara ekki neitt. Mér langar svolítið að fá svona aðeins umræðum þetta. Takk fyrir Magnús Sigfús. Magnús Stefánsson hefur beðið orðið og Einar Jónsson. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, gleðilegt nýtt ár. Aðeins út af Skerjahverfinu, við höfum verið viðræðum við fjármálaráðuneytið vegna þess að ríkissjóður á landsspildu
sem næri yfir hluta lóðum í deiliskipulagi Skerjafjarðar og eftir töluverðar viðræður við þá og þá var niðurstaðan sú að í staðinn fyrir að sveitarfélag keypti þessa landsbyldu eins og við vorum nú einhvern tímann að vinna í, þegar við vorum ekki sátt við verðmiðan sem var svona kastað upp, þá hefur komið samkomulag við ríkið eða fjármálaráðuneytið að það verið gert samkomulag milli Suðurnesjabæjar og ríkissjóðs eða fjármálaráðuneytisins um umsýslu lóðana. Það er að segja við höfum svona samning við landeigendur í Sandgerði, þar sem var gerður á sínum tíma, sem veitir sveitarfélaginu heimild til að úthluta lóðum, gera lóðarlegu samninga og innheimta lóðarlegu. Það er bara raun og veru byggir á því fordæmi, þessar hugmyndir. Ég var nú bara síðast í dag að reka eftir því að fá afgreiðslu á þessu hjá fjármálaráðuneytinu og það hefur svolítið tafið að fara í að úthluta lóðunum fyrir að þær línur orðnu skýrari. Ég er bara að upplýsa það og þannig ég vonast til að það liggi fyrir bara sem allra fyrst, þannig að við getum farið að ganga í þetta verkefni. Takk fyrir, Magnús. Einar Jón, hefur þið margir ekki sver? Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins til þess að fylla upp í þetta og þakka fyrir spurningar bæjarfulltrúar Magnúsar. Og Magnús bæjarstjóri hafi farið svo sem vel yfir þetta snýra Skerjafjarðarhverfinu að koma okkur pínu á óvart og við gátum ekki farið úthluta lóðum. Fyrst dróst reyndar aðeins byggingarferlið, það hafa göturnar klárar, en við erum búin að bíða síðan í nóvember að geta að auglýsa þetta. Við hefum ekki viljað að auglýsa fyrir en búið að ganga frá samningi við ríkið. Og eins og kannski Magnús kom inn á hér áðan, þá vonandi verður þetta hægt núna að auglýsa það leið og samningur eru klár. Varðandi svo aftur á móti fyrirspurnir lóðina Þingholt 1, þá lág fyrir á þessu fundi og bæjarfulltrúar kannski muna til því það hefur Þingholt 1 var búið úthluta mjög stuttu síðan og viðkomandi aðili hætti við og greiddi ekki þau gjöld sem áttu að greiðast innan mánaðar. Þar af leiðandi kom lóðin aftur til úthlutunar og það voru 2 umsóknir og það var dregið og eins og kemur fram í fundargerðinni þá sést hver hlaut úthlutun lóðarinnar. Þar sem var 2 að ræða, þá var ákveðið að draga og bóka hinn sem seinni til vara. Það byggir á því að ef ekki greidd staðfestingargjöld, þá hægt að fara beint í það sem til vara. Þannig að það er sameiginlegur skilningur nefndarinnar og þeirra sem starfa á sviðinu að það sé þannig sem það gangi fyrir sig að ef það er greidd staðfestingargjöld, þá afgreiðsla umsóknarinnar gengin í gegn. Svo er það hitt sem að bent á að ekki hafi verið farið í framkvæmdir á ákveðnum lóðum innan 8 mánaða. Ég hef ekki fengið allavega inn á borð til okkar í nefndinni. Ég fylgi því eftir reglulega þar sem ég óska eftir upplýsingum þær lóðir sem komið fram þær yfir á tíma. Fyrir það fyrst er ég víst til þess að allar lóðir við síðustu úthlutun sem var hér þá í Klapp- og Teigarhverfinu, allir greiddu þau gjöld sem þarf að greiðast innan mánaðar. Og ég held að ég fari rétt með að allir hafi skilað inn öllum gögnum, þannig að þar til leiðandi kom engin lóð til úthlutunar aftur, en engu að síður þarf að fara í þetta innan 8 mánaða eins og bæjarstjóri Magnús benti á og mér er ekki kunnugt að neitt sem komið fram yfir á þeim tíma, því ef ég man rétt þá var þetta tilbúið ágúst september á því tíma sem að lóðirnar voru sagt án ábyrgðar en við minni það. Aftur á móti við í vandræðum með lóðir sem að hafa verið úthlutar fyrir þann tíma sem við breyttum reglunum, sem að reglurnar ná ekki yfir eða utanum. Og það er vandamál, ég tek undir það með Magnúsi að það er vandamál að við náum þeim ekki til okkar vegna þess að þeir sem fengu það lóður í sín tíma voru að uppfylla reglurnar að vera hefja framkvæmdir þegar bara búið jarðaskipta. Og ég ítreka það mjög oft við þá sem hér starfa á sviðinu og þeir hafa verið að reyna að fylgja því eftir að ef að menn hætti við að kalla það tilbaka og ná því þannig. En þetta er því miður út af þeim reglum. Ég held að sé ekkert
sé enginn sem að hafi fengið útlutað eftir að reglurnar voru settar sem að raun og veru uppfyllir ekki þessi ákvæði. En ef að það þá væri bara gott að fá ábendingur það svo þá bara til okkar eða til sviðsins. En ég held að þau fylgi þessu mjög vel eftir starfsmenn á sviðinu. Aðeins svo varðandi það sem var þéttingu byggðar á Sandgerði og svo í Garði. Það var komið lengra með það sem var í Sandgerði. Ég veit að það var tilbúin núna í desember 1 lóð sem var klár til úthlutunar og svo voru einhverjar nokkrar í viðbót sem að starfsmenn á sviðinu voru að vinna við. Þannig ég ætla nú bara að fylgja því eftir núna strax á nýja ári og taka bara fyrir ábendinguna að maður fylgi því eftir að þetta komi fram. En það voru eins og við munum inn á í þeirri samantekt sem lá fyrir að þá þarf að fara í bæði aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagsbreytingu ef menn ætla áfram með ákveðin svæði. En ég skal bara kalla eftir því að það verði líka lagt fram nákvæm staða því á næsta fundi ráðsins og þar lendi fáum við þá þær upplýsingar sem er verið að biðja um. Ég voni ég hafi svona veitt yfirsýn yfir alla spurningar sem voru, ef ekki þá bara ítrykkið spurningarna. Takk fyrir þessi svör, Einar Jón. Eru fleiri sem kveða sér hljós undir þessari fundargerð? Nú ef ekki þá er hérna öðru leyti lögð fram og við höldum áfram. Það er ferðasafn og menningarráð, nr. 31, síðan 17. desember og ég gef orðið laust fundargerðina. Oddný, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ágætu bæjarbúar, gleðilegt nýtt ár. Á hverju ári velur ráðið jóla- og ljósahús Suðurnesjabæjar. Alltaf þykir okkur þessi tími skemmtilegur og erum svo þakklátt fyrir hvað margir eru duglegir að skreyta hjá sér og lýsa upp skammdegið. Íbúum gafst kostur á að senda inn ábendingar fallega skreytt hús og bárust nokkrar til okkar. Ráðið fór einnig á rúndinn og nutum við okkur þess mikils að rúndum og skoða skreytingarnar. Ráðið kom svo saman það 17. desember síðastliðinn og var pínuerfitt að velja á milli. En niðurstaðan lá svo fyrir og fórum við 2 úr ráðinu og afhentum viðurkenningar þann 19. desember. Jólahús Suðurnesjabæjar var Lyngbraut 4 og ljósahús Suðurnesjabæjar var Fagurhóll 1. Sérstaka viðurkenningar fyrir fallið skreytt hús fengu húsráðendur á Skagabraut 16 og Hólagötu 13. Við viljum óska þeim innilega til hamingju með þessar viðurkenningar. Og ráðið vill áfram hvetja íbúa Suðurnesjabæjar að halda áfram að skreyta yfir svartasta skammdegið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Oddný. Gaman að heyra að fólk að vera duglegt að skreyta og lýsa upp. Þá eru fleiri fyrirgefur sem kveða sér hljós undir þessari fundargerð. Nú, ef ekki þá er hún að öðru leyti lögð fram. Þá er komið að Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga, fundargerð 24, ég gef orðið laust fundargerðina. Fundur síðan 13. desember 24. Engin sem kveður sér hljós, þá er fundargerðin bara hér lögð fram. Þá er það Samband Sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundur síðan 11. Er það rétt? 11. Jæja, ok. Reykur svo ekki voru laust fundargerðina? Reykur svo kveður sér hljós? Nú ef ekki, þá er fundargerðin hér lögð fram. Þá er það Brunavarnir Suðurnesja. Fundur síðan 19. desember 24. Ekki voru laust. Og ef ekki, þá er fundargerðin hér lögð fram. Þá erum við komin að síðasta mál á dagskrá sem er fundargerð Kölku, Sortmengastöðar. Ekki voru laust fundargerðina. Anton Kristinn, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir fundargerð Kölku, númer 564 og langaði að taka þar til umræðu mál númer 3
sem er Finnlandsferð og hérna þar er svona stiklað á stóru varandi þá Finnlandsferð sem að farin var. Ég hérna var svo heppinn að fá að fara í þessa ferð ásamt bæjarfulltrúa Laufeyju og Magnúsi Stefánsssyni bæjarstjóra og þetta er gríðarlega spennandi verkefni sem að svona menn hafa framtíðar áform Þarna erum við að ræða sorpborgustöð í Helguvík-Bergvík sem gæti mögulega tekið við öllum brennanlegum úrgangi sem fellur til á Íslandi eða 140.000 tonn. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að allir bæjarfulltrúar bara á Suðurnesjum allavega gangi í takt í þessum efnum og reyni að miðla framvindun þessa verkefnis út af því að þetta er gríðarlega stórt og mikilvægt verkefni fyrir okkur líka, sko, ekki bara út frá umhverfissjónarmiðum, heldur líka út frá orkuöryggi, þar sem að svona sorporkustöð, hún framleiðir bæði heitt vatn og rafmagn og við erum nú í stöðugu almannavarna ástandi hérna á svæðinu varandi heita vatnið, þannig að ég held að við ættum öll að reyna að greiða götu þess að þetta verkefni fái framvindu. Svona í þessu ljósi, kannski ekki alveg tengt þessari fundagerð, en mér langar svona bara í tengslu við umræðu orku og heitt vatn og rafmagn. Það langar mér að beina spurningu til bæjarstjóra, hvernig hann geti upplýst bæjarfulltrúa það, hvort hann hafi einhverja vitneskju þessa borholu upp í Vinisey, hvort að hann hafi einhverja fregnir á því, hvort að þessi svokallagi varmaskiptir sé komin eða hvenær hann sé væntanlegur. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús Bæjarstjóri Gjörsveld. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Fyrst varðandi borholuna á Rockville, þá hef ég því miður ekki nákvæmar upplýsingar málið, en ég veit að það er búið að vera að vinna þessu og ég skal bara afla þeirra upplýsinga og koma á framfæri. En aðeins bara varðandi það sem bæjarfulltrúi Anton fjallaði kynnisferðin okkar til Finnlands, þá tek ég undir það sem kom fram hjá honum og get bara sagt mína skoðun á því. Mér finnst þetta mjög áhugavert og þetta er alveg klárlega verkefni eða mál sem bara skipti verulega miklu máli til framtíðar. Og ég er alveg sannfærður að svona sorporkustöð er algjörlega framtíðarlausn. Það er náttúrulega að vera liðin tíð að vera heimilt að urða á sorp, eins og við vitum. Sorpa er að flytja sorp til brennslu með skipum til Evrópu og okkur kannski finnst það nú svona hálf öfugt, sko, að standa í því. Og það er ýmsir kostir fleiri sem að vera hægt að tína til varðandi svona sorporkustöð. Og ég er bara algjörlega sannfærður það að þetta er framtíðarmál og það þarf að koma þessu í höfn, þessu máli. Og auðvitað er staðsetningin við Kölku mjög góð. Vegna þess að svona sorporkustöð getur ekki í raun og veru nýtt allt sorp eða allan úrgangu með orðað þannig til brennslu. Þetta er svona spurning hráefni til úrvinnslu og þá er kalka við hliðina og sú stöð getur tekið það sem ekki passar inn í sorporkustöðin og síðan að brenna það. Þannig að þetta er svona, það er margt jákvætt við þetta, en auðvitað er þetta stórt og flókið mál og eflaust hafa ýmsar skoðanir á því. En þetta er klárlega mál sem við erum að fylgja eftir og ýta áfram, ekki spurning. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem guða þessi ljós undir þessum fundagerðum? Nú ef ekki, þá eru þær hér að öðru leyti lagðar fram og þá er nú bara dagskráin hjá okkur tæmd í dag og komið að lesti fundagerðar. Árni Gísli, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég ætla þá að lesa fundagerðina
en það er 77. fundur bæjarstjórnar, miðvikudaginn 8. janúar 2025 og fundinn sátu Jónína Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Hlynur Þór Valsson, Magnús Stefánsson og Árni Gísli Árnason ritaði fundargerð. Áður en gengið var til dagskrár minntist forseti fyrir hönd bæjarstjórnar Grétar Sigurbjörnssonar, verkefnastjóra Sandgerðishafnar. Við fengum þá sorglegu fregn í upphafi árs að Grétar hafi orðið bráðkvaddur á heimili sínu. Grétar hafði starfað hjá Sandgerðishöfn frá því í mars 2009. Bæjarstjórn færi fjölskyldu hans, vinum og samstarfsfólki innilega samúðarkveðjur. Fundarfólk tók undir með forseta með því að rísa úr sætum. Og fer í fyrsta dagskrármál, en það var fjárhagsáætlun 2024 viðaukar og þar var 10. viðauki til afgreiðslu og var hann samþykktur samhljóða. Það var samþykkt samhljóða að staðfesta 10. viðauka fjárhagsáætlun 2024. Dagskrármál nr. 2, sýslumaður á Suðurnesjum umsókn um tækifærisleyfi og afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 3. dagskrármál aðalskipulag Suðurnesjabæjar, breyting á IB9 Teiga á Klappahverfi. Afgreiðsla þess máls var að samþykkt samhljóða að tillaga auglýsa tillögu breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar samkvæmt 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og tillagan verið send til staðfestingar hjá Skipulagsstofnun. 4. dagskrármál deiliskipulagsstefnusögur í landi Miðkots. Afgreiðsla þess máls var samþykkt samhljóða auglýsa og kynna tillögu að deiliskipulagi stefnusveg í landi Miðkots samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Tillagan er í samræmi við aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022 til 2034 og þá var það 5. dagskrármál framtíðarsjóður sveitarfélagsins Skarðs. Afgreiðsla, ég held að sé rétt hjá mér að það tók enginn til máls, þegar er þetta með þá eftir. Afgreiðsla var það samþykkt með atkvæðum fulltrúa D, B, O og S-lista. Sat bæjarfulltrúa Magnús Sigfús Magnússon hjá að samþykkt fyrir framtíðarsjóður sveitarfélagsins Skarðs verið felld úr gildi og er í tillögunni vísað til síðari umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn samkvæmt 5. grein samþykktarinnar. 7. dagskrármál bæjarráð 157. fundur. En afgreiðsla þess máls var að fundargerðin lögð fram. 7. mál, framkvæmda skipulagsráð 59. fundur. Þar tóku til máls MSM, MS og EJP, vona ég engum glemt. Afgreiðsla var að fundargerðin var lögð fram. 8. dagskrármál ferðasafn og menningar á 31. fundur. Þar tók til máls OKA og afgreiðsla þess máls var að fundargerðin var lögð fram. 9. dagskrármál samband íslenskra sveitarfélaga fundargerð 2024. Þar var fundur nr. 960. Afgreiðsla þess var að fundargerðin var lögð fram. 10. dagskrármál samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fundargerð 2024. Fundur nr. 807. Fundargerð nr. 807. Afgreiðsla þess máls var að fundargerðin var lögð fram. Brunandi Suðurnesja fundargerð 2024 var 11. dagskrármál. Þar var afgreiðsla að fundargerðin var lögð fram. 12. dagskrármál var Kalka sorpeyðingarstöð fundargerð 2024. Þar tóku til máls AKG og MS. Öðru leyti var afgreiðsla þess máls var að fundargerðin var lögð fram. Og já, þakka þér mig. Við látum að vita ef eitthvað þarf að leiðrétta. Takk fyrir þetta, Árni. Eru eitthvað athugasemdir við fundargerðina? Ef ekki þá telst hún samþykkt. Ég þakka kærlega fyrir fundinn og fundi slitið klukkan 18:00.